Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og klukkan er 20 mínútur yfir 8 og það er 27. apríl fyrir þá sem er að hlusta á núna eftir á stuttlegaðurinn í dettin í júdói. Þá ætla ég að segja hvernig staðan er í leikjum kvöldsins. Snæfell er að vinna Keflavík 54-52, þannig að það er tveggjast eða munið þar þegar 3 mínútur eftir að þriðja leikluta í dómnumsdeild kvenna og svo er það Grótta IPVAF staðan er 16-14 fyrir Gróttu þegar 38 mínútur liðnar afsakið og fram er 15-11 yfir gegn Stjörnunni og í leikkvöldsins þar er Bournemouth 3 Bolton 0 og Eiður Smári kom inn á 63. mínútu og það er 79 mínútur liðnar af þeim leik. Svo var einn leikur í kvöld líka, það var Stjarnan og KR og staðan er þar ennþá 0-0 í meistarana í fótbolta og það er 51 mínúta liðin af þessum leik. Nóum að boltinn, við erum konið allt annað, það er júdó. Það eru hér konið kappar, það er Þór Davíðsson og Egill Blöndal. Já, byrja á því Egill, hvað er blessaður? Sælir. Já, það heyrist í þér og Þór? Já, blessaður og sæl. Já, það er mikið gaman að fá okkur hérna í settið og já, ég ætlaði nú að taka smá júdó við ykkur hérna rétt á hann og ég hefði átt að ljúka því sem allar fyrst árin ég fór að espa ykkur upp. Þannig á meðan ég var espaður, er það ekki að svo snýst í júdónu? Jú, og þú náttúrulega gerir þeim mistöku að fara síðan að dissa okkur eitthvað. Og þar alveg ertu að peppa okkur svolítið upp og það verið tekið á því eftir, skal ég segja. Það er allan að kamera við. En hérna, kannski við byrjum á að spyrja, nú áður við fjöllum Íslandsmóti sem framfór núna helgina, þá eru þið búin að þvælast eitthvað utan og já, Egill, byrja á þér, þú ert nú búin að vera að þvælast hér og þar og búin að keppa á þessu árið, það ekki nokkrum mótum? Jú, búin að keppa, heldur keppa á 4 eða 3 mótum úti. Þannig að maður þarf kannski að fara að halda utan dagbók fyrir þið bara, þetta er orðið svo mikið. Fórum til Tékkland, svæðum þar í nokkra vikur, fórum síðan frá Tékklandi til Danmörkur, kepptum á móti sem heitir Matsumaya Cup, þá var boðið þess að þetta er að vera heiðra, hann heitir Matsumaya, þetta er Japani sem var með þá eitthvað júdó í Danmörku og þeir gera þetta held ég annarkvært ára dagarnir, þetta er svona að vera að heiðra hann með þessu móti og það er boðið hérna japanskum háskóla sem þetta er hérna Tokai. Þetta er bara háskóli sem sagt og það er bara æft júdó held í 2 ára dag og lært. Þetta voru mjög gaman að fá taka á þeim strákum, þetta er rosalega reyndir, flottir júdómenn. Svo fórum við til Póllands, kepptum á European Cup og það er svona við hendum nú allir á því að það er náttúrulega mjög sterkt mót og við erum nú ekki beint reynslu miklu þegar kemur að þessum A-mótum. Nei, en bara það að fá tækifæri til að fara á þessum mót, það gerir svo margt fyrir maður sko, fara bara að fá að takast á við þessa svona bara atvinni júdómenn. En svo kepptum við einu móti í Tékklandi og svo fóru strákarnir að við fórum allir líka til Ítalíu, kepptum þar í European Junior en það var ég eiginlega sem þjálfari, ég var orðinn og gamall til að fá að keppa á því. Já, þið voru ekki einir á ferð þarna sem fóru, þið voru nokkrir eða ekki Íslendingar? Jú, 5 í heldina. Og hvaða kappar voru þetta með ykkur? Hunnið það? Það var Breki og Kalli frá Akureyri og síðan Logi Haraldsson frá Reykjavík. Þannig að þeir voru mættir hérna líka árangur, svona, hvað svona stóð upp í? Ef við byrja kannski, Egill, hvað stóð upp í á þér af þessum mótum? Ég náði 3. sæti hann í Danmörku á Matsumaya, svo lendi ég 4. eða 5. í Prag og sem var eiginlega ekkert mikið meira sko. En hjá þér Þór? Það var eiginlega sko, mér gekk ekki nógu vel, eiginlega bara ekki á neinu móti. Ég byrjaði því að keppa í -100 sem voru eiginlega mistöki það gekk bara ekki nógu vel að þingja mig þarna í Tékklandi, svona mataræði var ekki alveg nógu gott sko, en ég gerði svona tilraun til þess og keppti á 2 mótum en var eiginlega bara of léttur, ég var svona 93-4 kíló, keppaði menn sem eru þá kannski 10 kílóum þyngri en ég sko. Já. Og
en svo færði ég mér niður í -90 en það var þá þetta European Cup og þar fær maður eitt séns sko, fær keppa móti, fær eina glímu sem sagt og þú þarft að vinna hana til þess að fá að halda áfram. Já, ok, já, þannig að það er bara allt eða ekkert bara... Akkurat, þannig bara það og það gerist þannig að ég átti nú góða glímu sko, var sáttu með hana á mörgu leiti en þetta var bara, já, hann var bara ósterkur á maður til að En íslensku keppendurnir aðrir, það var náttúrulega með ykkur eins og í Tjekklandi, það var náttúrulega Karl Sæður eða ekki, Davíðsson, Logi Haraldsson og Breki Bernhardsson eða ekki, hvernig svona gekk þeim? Bara Kalla gekk nú ágætlega í Tjekklandi sko, hann lenti í öðru sæti þar sem var bara mjög vel að segja vekið sko og svo í Danmörku þá náði hann held í það var annað eða þriðja sæti Já, annað eða þriðja sæti í sínu flokk og svo var hann í 8. flokkin og þriðja held ég Já. Þess að hann hafi verið að draga flestu medaljarnar heim sko Já En svona alþjóðleg mót þannig er það ekki alltaf að reyna að lyfta ykkur upp líka í styrkleika eða ekki svona heimslista eða hvað sem þetta kallast eða reyna að komast á heimslista þegar þetta er náttúrulega gífurlega vinsæl íþrótt að núti Já, þetta er það sko, hún er stór að núti og það er svona þetta er náttúrulega erfitt fyrir okkur Íslendingina sko að þetta náttúrulega kostar mikið af peningum því við þurfum sko ef okkur langar að ná einhverjum árangri sko í þessari íþrótt þá þurfum við að vera að ferðast mjög mikið þurfum við að vera að fara út og keppa á mótum úti sko við náum engum sko það er fínt að vera Íslandsmeistari og Norðurlandameistari og allt það en það nægir bara ekki sko man langar náttúrulega lengra en það er náttúrulega erfitt sko þegar maður alltaf kannski að reyna að vera í skóla og þá getur maður ekki unnið þess mikið og ekki þýna þess mikið af peningum og þetta er svona já En Íslandsmótið síðustu helgi það hefur gengið nokkuð vel Já, það gekk mjög vel Ef við byrjum kannski á Sunnlendingunum hvernig svona var árangur heilt yfir hjá okkur Sunnlendingunum, munið það? Allir með medalíu þannig það er bara snild sko Enn og aftur segi nú, ég fer nú ekki að fara að mæta strax alveg til ykkar Já, þetta var við vorum ánægð með árangur það var bara, náðum maður ég lendi í þá var Íslandsmeistari, svo voru Egill og Grímur í öðru sæti og Úlfur og Brynjólfur í þriðja sæti í sínum flokkum Já Þannig að þetta verið hressilega góður árangur hérna frá Suðurlandinu En hvernig nú er náttúrulega júdó sjálft hérna á Íslandi þetta lítur að hansi þéttur og skemmtilegu hópur allir svona, það er allir vinir eða ekki júdó Jú Þangað til þið klímið konan Þetta er svolítið henni allir strákarnir sem ég glindi við ég þekki þá nú tildulega vel sko og hef æft með flestum og spjalla mikið við þá en eins og þú segir sko, þegar maður er komin á völlin þá gleymir maður því öllu sko Nei, nákvæmlega það er bara, þú ert komin hann til að skella mönnum sko og ekkert gefið eftir ég ætla að taka örstutta pásu fyrir auglýsingar en hér eftir smástundu ætla ég að halda áfram að tala þetta Íslandsmót en svo er náttúrulega nóg framundan hjá okkur það er engin pása núna þessa dagana þú ert að keppa næstu helgi eða ekki, hvað var það, 21 árs? Já og svo er Íslandsmót Norðurlandamót og smáþjóðleikarnir þannig að það er ekkit þið eru að verða hálfgerðu atvinnumenn í þessum og segja bara hver einustu helgi Já, leiðu og fórum að þjána einhvern pening á sig sko. þá fyrir að kannski telja sem atvinnum en þið kannski, æði líkt og atvinnumenn Já, það er nefnilega máli Það vil ekki gestir hérna þessu sinni er Þór Davíðsson og Egill Blöndal júdókappar hérna frá Selfossi og hér á eftir ætla ég mitt að uppbúna það og fleira til Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 20:09 og við erum hérna í júdó umræðinni alveg á fullu rétt svo fyrir þá sem vilja að vita hvernig staðan er í leikjum kvöldsins Stjarnan KR 0-0 í fótboltanum þegar 65 mínútur eru liðnar og Grótta IBVF í handboltanum staðan er 18-20 fyrir IBVF þegar
þegar 9 mínútur eftir af leiknum og í hinum handboltaleiknum þar staðan 20-17 fyrir Fram, þar sem Fram Stjarnan eigast við þegar 11 mínútur eftir af þeim leik og svo það mér finnst þess að ég sé að gleyma einhverju leika sjálfsögðu, það körfuboltinn Snæfell Keflavík staðan þar 73-73 þegar 3 mínútur eftir af þeim leik það bara hörkuleikur hérna, Marín Laufey glímudrottning Íslands sjálfsögðu hérna í farabrotti fyrir Keflinginga en þeir eru hérna Egill Blöndal og Þór Davíðsson komið sælir aftur herðu, hérna við vorum að fara þessi getum Íslandsmóti og við ætlum að byrja á því að við fjallum með mótin sem framundan eru og mér langar svona að fara yfir svona helstu úrslit af mótinu og fá að fræðast aðeins þessa júdókappa sem eru hérna til á þessu landi og ég byrja náttúrulega þungavíktamönnunum hérna, það vita náttúrulega allir það vita allir hver Þormór Jónsson og Jóðer sem að náttúrulega vann 8. flokkin og pluss 100 kílóa þekkir þú hann eitthvað Þór? Jú, ég þekki hann aðeins ég náttúrulega lendi á mótunum hann helgina sko, glímdi við hann Já, í 8. flokknum þá? Í 8. flokknum sko Já. Hann var smá heppinn hann ég steg vitlaus skref til vinstri og hann hafði mig, ég var nú með sko yfirburði eiginlega var að stjórna allir í glímunni sko og einmitt eins og þetta gerist bara þá stígur vitlaus skref til hægri eða vinstri og þá er manni bara skellt sko Já, og mér veist, sko móðið hann var eiginlega bara heppinn Já, þú ert að kynna upp í honum Já, þú veist hann svona, ég eiginlega ég sé hans er svo sterkur, mér fannst það ekkert mér finnst hann að fann að rýrna kallin bara Það er rétt Egill, svona, frá þínu svona séð móði, en hann er þetta ósefandi naut bara hérna á Íslandi eða fer ekki að koma að því ykkur takjan? Já, fyrir að koma að því þegar ég ákveða að þingja með hans þá held ég takjan sko. Já, hann hættir að vera svona heppin líka Já Herðu, en höfðingjarnir sem voru í öðru og þriðja sæti það er Karl Stefánsson Draupni og Adrian Sölvi Ingimundarsson hvaða höfðingjar eru þarna á ferð í pluss 100 kíló flokki? Já, Karl, hann fór til dæmis með okkur út til Tékklands og hann gera gott hann í 21 hann hekar ungur hann hörkur sterkur mikið efni sko og þekkið hinn Adrian Sölva Ingimundarsson? Já, hann ennþá yngri sko Já, þannig þetta eru svona ungi peyjar hérna þetta eru svona tröllaböld sko Já alveg nöyt sterkir sko og þeir eru alveg að gefa honum móða keppni sko þeir gera það, þó að þeir eiga það er nú aðeins í þetta ennþá hjá þeim sko en ef þeir æfa eins og þeir eru að gera í dag sko þeir eru eftir að koma gríðarlega sterkir inn sko það er mjög stuttið að móðið þarf að fara að hugsa mikið út í þetta sko Já, ég kalla mínus 100 kíló flokki það var Bjarni Skúlason og Tóttnum sem lenti líka í öðru sæti það ekki í 8. flokknum úr Ármanni Bjarni Skúlason, mínus 100 Egill, byrjað þér, þú kannast niður þann hvaða? Já, eitthvað þegar ég var að byrja að keppa í fullorðum þá var hann eiginlega hættur sko, þannig að það var mjög gaman að sjá hann mikið legend í sportinu sko og já, það þekki hann náttúrulega bara flest allir sem að fylgjast með júdó Já, algjörlega Góð snabbt sko En þetta er fyrst sem hann tekur þátt í stolti tíma eða ekki? Jú, hann keppti seinast 2012 þá kom hann líka akkurat svona bara allt í innu Já, þannig að þið fengi bara svona stjörnir í augun Nei, Bjarni Skúlason mættur og vinnur alltaf þetta Já, en hann fekk nú að glíma við selfissingarna sem fengu silfri og bronsið Grímur Ívarsson og Úlfur Böðvarsson Já, þessi peyjar, hvaða er þetta nautaböll líka bara eða hvað? Já, það má eiginlega orða það þannig sko þeir eru það, þeir eru að styrkjast alveg rosalega og þeir eru að, til dæmis bara á æfingum þeir eru fannir að veita mikla mótspyrnu og eru orðnir alveg gríðlega sterkir og ég og Egill þurfum virkilega að fara að passa okkur á þeim sko Já, það? Þeir fá okkur til að spýta svolítið í lófana og æfa kraftir sko það er bara þannig og þetta eru hörkur strákar og þeir veittu alveg hérna bjarnakeppni sko en það er náttúrulega þegar maður glíma á móti svona reynslu boltum sko þá það getur verið erfitt sko Já, nokkulega Já, svo var það já, kannski aðeins að Grímur og Úlfi hvað eru þeir gamlir? Úlfur er hann er 99 módel og hann Grímur er 98 Já, þannig að þetta eru bara ungi peyjar, réttu undir þér Já, 2 árum yngri og 3 Já, þannig að þeim hlakka mikið til að stækka meira og Ég er svo lítill, ég er allir hún hærri en ég og allt Yngri og hærri
En hann þingri en ég líka. Já. Herðu, mínu 60 kíló flokknum, þar Ægir Már Baldvinsson okkur sem vann úr Njarðvík, svo það Dofri Bragason úr Draupni sem lenti í öðru sæti og Viktor Ingi Pálsson í þriða og JR. Kannast þið við þessi nöfni eitthvað? Er þetta bara ungir strákar kannski? Já, það er yfirleitt voða ungir strákar í þessum flokkum sko. Allavega hún undanfærið og ég held að Ægir sé frá Njarðvík. Hann voða sigur, ég held að sé taekwondo aðalega sko. Já. Kemur hann inn á til og mót. Þór, þú ert aðeins búin að reyna við það ekki í þessari taekwondo líka? Nei, ekkert í taekwondo. Ekkert að viti? Nei, það var ég fór og kefti í, Mjölnir sko. Mjölnir, já. Já, fór eina helgi og hann hann komið núna, hann heitir Brynjólfur og með MMA á Selfossi. Sem var að keppa í mínu 66 kíló flokki. Stóð sér bara eins og þetta sko. Já. En hann búin að vera að þjálfa okkur núna á föstudum. Tökum klukkutíma viku á föstudum og æfum okkur, þetta í BJJ eða Brazilian Jiu-Jitsu sem að leggja áherslu á gólfglímu og þá langaði mig bara að spreita mig í Mjölni og pröfa það að taka þátt þá erum við að slást, þetta heitir uppgjafaglíma og þá erum við að slást en í engum búning og maður svo sem ekki alveg vanur því þó þetta séu nú allt svipaðar hreyfingar og þannig en það gekk nú allt í lagi og vann eina glímu og svo kefti ég á móti hann heiti Þráin yfir þjálfari hann í Mjölni og fekk helviti fína glíma á móti honum en ég tapaði henni lendi í þriðja seti. Já. Þetta var bara mjög gaman og það var gaman að æfa sig en þá meira þessu og koma sterkari til leiks að ári. Nákvæmlega. En já, talandi Brynjóli Ingórsson, hann kefti hérna í judo núna, hann náttúrulega með grunn og judo, hann kefti í mínus 66 kíló flokki og náði þar í brons ásamt Vilhelm Halldóri Svansinni. Kannski byrja á þeim sem eru þarna í þriðja seti. Brynjólfur, hann búinn, þekkjum aðeins til hans í judónu náttúrulega. En Vilhelm Halldór Svansson, hann hérna ármanni. Kannast þú við hann? Já, ég kannast aðeins við hann. Hann svolítið mikið eldri en ég en hann hörku kall sko, keppir eiginlega alltaf sko. Já. Alltaf inn í topp 3 sætunum sko. Og svo var hérna Arna Björnsson sem sigraði það á Draupni og já, ég veit, Janus Gabriel Komendera, ég veit ekki hvernig ég var að bera þetta fram. Já. Það var held ég óvæntur sigur sko. Þetta komið flestum á óvart sko. En þetta var mjög vel gert hjá hann sko. Að vinna Janus í allir hafi verið að búast til að Janus myndi vinna sko. En hann sýndi bara annað og stóð sig bara feiki vel gegn Janus og átti þetta gull alveg skilið sko. Þannig að Arna Björnsson kom hérna svolítið bara svona sem hvað maður að segja, hið óvænta á þessum móti. Já, nákvæmlega. Þannig. Herðu, Karla mínus 73 kíló, Þór, það þýr hérna Breki Bernhardsson og Draupni sigraði það, Hermann Unnarsson og Gísli Víborgarsson var í þriðja. Hvað kappar eru þetta? Breki Bernhardsson? Já, Breki sem vann, hann var með okkur í Tékklandi. Hefði með okkur þar að krafti og það var eiginlega, það var líka skemmtilegur og óvæntur sigur sko, því þar aftur þá lindi hann úrslita glímu við Hermann sem feikna góða júdokappi og hefur mikla reynslu og hvað örgulega margfaldur Íslandsmeistari í þessum þingdalvokk sko. Hann verið sterkastur í þessum flokki sko. Já, og ég hugsa að Breki hafi bara komið sjálfum sér líka óvart að hafa unnið hann sko. Þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Og í mínus 81 kíló flokki þar var maður að nafni Egil Blöndal í öðru sæti, við kunnustu hann situr nú hérna í sætinu og hérna, já, Sveinbjörn Jún Júra vann hann þarna í fyrsta sæti. Hvað kappið þetta úr ármanni? Já, þeir eiga það svolítið sammeilið, þannig á móðir sko, að þeir eru báðir svolítið hefnir. Þetta er eins með Egil, hann er þetta skrefi aftur og bak sko og var þess vegna feldur sko. Já. Hann var heppinn. Þetta er bara svona respekt sko, hann er að fara að keppa European Games hérna í Azerbaijan. Ég ákvað að leifa honum svona. Já, þetta. Það er ekki að brjóta niður fyrir keppninu sko. Ég segi það, maður að byggja sjálfstörst í þessum mönnum. Já, það fylgir því. Herðu, já, það var þarna náttúrulega við til uppi að Jón Þór Þórursson og Adam Þórursson báður í 5. sæti, Unnur Þorgeirsson og Kjartan Magnússon í 7. sæti. Já, þeir lenda hérna saman í 5. og 5. sæti eða 3. því það endaði með jafntefli eða hvað? Nei, það voru riðlar. Það voru riðlar, já. Riðlar ok.
Þannig að setja byrjulega Já, við held áfram kallar mínus 90 kíló þarf að sigraði Þór Davíðsson frá Selfossi ég ætla ekki að leyfa Þór að monta sig hérna Birgir Páll Ómarsson var í öðru sæti og Armanni og Ægir Valsson og Jóðer Egill, svona það sem þú séð til þetta Já, svona þú sem áhorfandi sko, Þór hann var heppinn hann Ég var ekki heppinn ekki gefa það En þetta var mjög sterkur hópur sko, þeir þrýr hann hrikalega sterkur Já, þetta var eiginlega sko, við vorum allir þrýr sko og vorum allir mjög líklegir til sigur sko og þetta, ég hugsa þetta var mjög spennandi því að einhvern veginn það var engin sigur við sko það sem gerðist var að ég vann sem sagt Bigga en tapaði á móti Ægir Nú, já En Ægir hann sem sagt vann mig en tapaði gegn Bigga þá stend ég uppi sem sigurveri vegna þess að ég var stigahæstur og vinn allar mínar glímur á fullnæðin sigri en Ægir hann vinnur mig á þetta er 2 júgó og þetta er læri stig og þess vegna enda ég þá í fyrsta sæti og Biggi í öðru og Ægir í 3. Já. Þannig að þetta hefur verið svona mest spennandi að við á að vita hver vann þarna sko. Ég var búið með allar mínar viðuregnir svo þurfti ég bara að bíða og fylgjast með þeirra viðuregn og ef þið einmitt eins og gerðist Biggi vann þá gæti ég fagnað sigri Já, og vissur það fyrirfram Já, og svo var ég ekki alveg viss hvort ég ætti að fara og hvort ég ætti að þakka honum Bigga fyrir eða bara þegja En svo sagði, þetta er heppni, þetta er alltaf heppni Nei, þetta er bara partur af þessu Já, í 8. flokknum þá vinnur náttúrulega Þormóð Jónsson, við vorum búin að fara hérna það, þú segir enn og aftur hérna, þú hefur tapað fyrir honum hérna með hann hafi verið heppinn að þessu sinni hann hefur verið heppinn áður líka sko En Bjarni Skúlason var í öðru sæti hvað þurfti hann að klíma við þarna í undanúrslitum? Hann glímdi við Kalla Já, glímdi við Karl Stefánsson sko það var hörku glíma Karl var ekki langt frá því að hafa Bjarnar sko hann náði nokkur sinnum úr jafnvegi en náði einhvern veginn aldrei að klára dæmið sko og þá náði Bjarni Skúla skora, var ekki bara hann skora einu sinni í Vassari eða ekki lokin eða sem er svona næst hæsta stígi sko en slasaðist í glímunni og hugsanlega var ekki alveg svona fullir í heilsu sko gegn móða sko Nei, það hefur fórheldi eitthvað aðeins í nýjunu síndist að tóka smá tíma að jafna sig en held áfram og náða að klára glímuna gegn Karl en fór síðan gegn móða en eins og ég segi ég er ekki alveg búin að kynna með málið og veit ekki alveg hvernig ástandi hann var í þeirri glímu En svo var bara, eitt kvennaflokkur, það var mínus 70 kíló og það var Hjördís Erna Ólafsdóttur og Ingunn Ruth Sigurðardóttir sem var glímdu þar eða sem þetta í mínus 70 kannast þið við aðra þeirra eða? Já, eitthvað Og svo er náttúrulega í 8. flokknum, þar vinnur Anna Sofía Víkingsdóttir frá Ármanni sem fyrr Hún æfir á Akureyri hún sé nú ekki æfa mikið júdó núna hún æfir á fullu en hún er æfa held ég og svo veit ég hún er eitthvað til dæmis var hún að keppa á Mjölnis þar síðust helgi vann þar líka sinn flokk og opna þannig hún er bara þetta bardagen í sig sko og er alveg En það vantar svolítið konur eða ekki í þetta sport hérna á Íslandi Jú, það verið styrir eitthvað lægð allan yfir þessu núna sko en það, eins og ég segi, ég veit ekki hvort ég geti tjáð mig eitthvað meira það þetta er eins og þegar við vorum úti sko, fórum æfingabúður og þannig og það er alveg fullt af stelpum sko alveg fullt af þeim en eitthvað lítið að hérna Ég er með eina hérna handi ykkur í sætinu kærustina við hendum henni inn við erum næstu leiktið þið takkið þetta í gegn en svo Ingunn og Hjördís æfa það eru nú vanar að glíma á móti hver annari sko æfa báðar á Jóðer sko og það var einmitt eins sko hvernig fór þetta aftur vann Hjördís allar viðrögnir tapaði held ég einni þetta var einmitt svolítið svoleið sko þetta voru jafnar glímur og spennandi sko það slösuðust nú eitthvað báðar Ingu fekk eitthvað blóðnastir og Hjördís olbóð skot í augað þannig að þetta hefur verið svona keppnis þetta var alveg bara parist nánast upp og lífa og defa það bara ætluðu sér að vinna þetta nákvæmlega það var gaman En hérna ef við förum núna yfir hvað er framundan það er, næstu helgi ert þú að fara að keppa Já og hvað mót er það?
Það Íslandsmeistari mót U21 Og kemur Þóra að hvetja þig sem klástýra? Já, Nei, það hann er ekkert betur að gera Nei. Það er þetta ekkert betur. En hvernig er að vera svona eins og þú varst þarna náttúrulega á þessu sínum móti sem þú máttir ekki taka þátt í að þú varst orðinn gamall. Já. Hvernig er að vera svona á hlýðinu að þjálfa? Það er svolítið öðruvísi sko. Það er náttúrulega þarftu að maður reynir bara að sína andlegan stuðning sko. En eins og ég er nú ekki beint vanur þjálfari sko, og það voru svona einhverjir, við erum nú kannski ekki að nefna það hérna, en það voru svona maður klikkaði og ímislegu sko. Það er svona, maður getur verið pínu utan við sig. Já. Það er svona, það var ekki beint að hjálpa mér þarna sko. Nei. En já, það var bara gaman líka. Þetta var svona öðruvísi. Já, nákvæmlega. Það var. Það er fínt. Já. Herðu, en svo er næstu Norðurlandamótið bara þar næstu helgi, eða ekki? Eða hvernig er það? Vinnið það? Jú, það er rétt Já. Það er bara þar næstu helgi og það er í Laugardalsvellinum. Þetta er eitt bara stærsta móti sem júdósamband hefur farið í. Jú, mikið rétt. Þannig að, já, það er eitthvað vonað okkur titlum í hús frá Íslendingum. Svona, þið viti væntanlega það ekki hvernig svona Norðurlandamenninir eru, þú veist. Hversu sterkir eru. Þið hafi keppt á Norðurlandamóti áður. Já. Já, ég er enda langt síðan ég kefti -90, ég verið í -100. Ég veit að það er einn hérna frá Svíþjóð sem er í aðlandsliðinu þar. Hann er að koma hingað. Hvað, Viktor Karlsson eitthvað hannig. Hann er veit ég glindið hann og hann er mjög sterkur sko og það verður gaman að sjá hann og Bjarnar Skúla takast á. Það er -100 -100 á. Nákvæmlega. Ég er enda þekki ekki anstæðingina sem er að koma, held ég 2 frá Noregi, 1 frá Finnlandi og 1 frá Færeyjum, ég þekki það ekki -90. Þetta er að stefna í hörku mót sko, og fjölmennt og skemmtilegt sko. Já. Já, er eitthvað svona sérstakur keppaldi sem þið munið eftir, er eitthvað svona sem þú ert búin að líti yfir kannski keppnislistar og svona sem hlakkar sérstaklega mikið til þess að glíma við frá Norðurlöndunum eða eitthvað svoleiðis? Já, ég hef alltaf ekki verið að keppa frá því 2011-2012, þá hef ég verið -90 sko. Nú er ég komin í 81 sko. Þannig þetta er svona ekki beint alveg sumir strákar sem eru keppað við sko. Nei. En þetta er á eitthvað nýtt fyrir mér. Þannig að það verður svona nýjir anstæðingar. Og svo er smáþjóðleikarnir, hvort að það sé helgina strax eftir eða hvernig, nei, það er bara strax í byrjun júní. Já. Þannig að það er lítið á milli og já, júdó sísonið alveg á fullu í gangi. Já. En svona í lokin strákar áðurinn í slepp ykkur, er maður einhvern tímann á gamall til þess að byrja júdó? Nei. Nei, veistu, eiginlega ekki, því þú sko, þetta er, sumir margir hverjir líta á þetta sem ákveðin lífstíl líka sko, að þetta er ekki endilega bara að mæta á æfingar og hamast og svo er þetta bara búið sko. Það er svo margt meira í kringum þetta sko. Já, það er bara, Þetta er þessu reynslubolta, þeir komin á, þeir vinna með alla síðan og okkar, það er alveg óþólandi. Einmitt. Og það eru hann hérna, til dæmis sjálfarinn okkar hann Garðar sko, hann er að mæta á æfingar og Lifta og já, og hann er, hvað er hann orðinn gamall? 60, já, rúmlega 60 og hann er að glíma okkur á fullu og gefur ekkert eftir. Nei, náttúrulega, þannig að þetta er fyrir allt. Og svo er þetta náttúrulega, já, fylgir þessu náttúrulega, þetta verður svolítið fjölskyldusport. Eða svona, eða svona fyrir þá sem að fara í þetta, það er náttúrulega fjölskylda fyrir í þetta eða ekki? Eða svona reynda? Það er alveg stundu þannig sko. Já. Þetta er bara, þeir eru að henda upp fjölskyldusport sko. En ég verður nú að spyrja því rétt svo, Þór, þú átt hérna, já, 2 bræður, hefur aldrei nýstir hansi vel hérna júdó að bara taka þá niður þegar þeir eru eitthvað að rífa sig við þig? Jú. Já, er það ekki? Jú, og ég nýti mig það. Já. Hika ekki við það sko. Þannig að þeir ráða ekkert við þig? Nei, þeir bara, ég ætla ekkert að skafa því að þeir eiga bara ekki sjens í mig. Já, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Þeir eru að lifta eitthvað lóðu núna, þeir lifta hann og þingir en ég sko, en það, þeir átta sig bara ekki alveg á því að það kemur bara ekki til gagn sko þegar ég er búin að snúa á niður og held á ykkur hálfstakki sko. Herðu, svo er það bara að mæta í íslenska búningnum þar næstu helgi á Norðurlandamótið og hvetja ykkur alveg til sigurs og næstu helgi að menna mæta í Vínröðu það ekki að hvetja Egil. Það eru ekki alveg svona og þú eru að klástýran, Þór? Jú, ég stjórn á hófnum sko. Já, nákvæmlega. Eitthvað í lokin sem við erum að gleyma? Fyrir utan það að ég er að fara upp sko, fyrir utan það að ég er að fara upp á því að það verður lítið mál. Þetta verður senasti þáttur þeirra örugglega. Já, þetta er það, er ég búin að espa svona upp. Ég held að ég sé búin að róa hann aðeins niður.
Ég spann upp núna eftir smástund en fari ekki langt hlustu góður. Ég þakka Þóru og Agli kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og farið ekki langt hlustu góður, við höldum áfram í fullum sportpakka. Það eru torfæra framundan í næstu helgi á Hellu og þar koma ýmsir gamla torfærabílar til sögu og fleira til. Svo líka landsleikur í handbolta núna á miðvikudaginn. Við höfum eftir að heyra í landsliðsmanni í handbolta hér á eftir líka. Þannig að það er nóg að taka í sportættunum síðasta klukkutíman farið